Vala Jónsdóttir heiti ég og tek þátt í rannsóknarverkefninu Austur-Vestur og ætla aðeins að fjalla það núna. Það eru 3 skólar sem taka þátt í þróunarverkefninu Austur-Vestur og ætlunin sú að allir kennarar í skólanum taki þátt. Tekin voru viðtöl við 2 kennarateymi frá hverjum skóla. Það er 6 viðtöl alls, skömmu eftir að verkefni fór á stað síðastliðið haust, en það er hugsað til 3 ára. Hvert kennarateymi kennir sama árgangi og vinnur mikið saman. Okkur lék forvitni á að heyra viðhorf kennaranna í upphafi verkefnis. Misjafnt var hvort og hversu langt hvert teymi var komið í vinnu sinni með sköpunarsmiður. Áhugi á verkefninu var einnig mismikill og mátti sjá að þeir kennarar sem sýndu mestan áhuga höfðu bakgrunn í listum, verkgreinum og eða upplýsingatækni. Margir þeirra höfðu mikla reynslu af því að vinna skapandi verkefnum með nemendum sínum með fjölbreyttum aðferðum og efnivið. Sumir höfðu aðalega unnið með fjölbreyttan hefðbundin efnivið en aðri með tölvutengd verkefni og tækni. Þeir síðastnefndu höfðu sérstakann áhuga á upplýsingatækni og höfðu sótt ráðstefnur, námskeið og kynningar á því sviði auk þess sem þeir voru duglegir að kynna sér málefnið á netinu. Aðri kennarar höfðu ekki þennan sama bakgrunn og reynslu, en allir sýndu þeir þó þróunarverkefninu áhuga og sáu í því möguleika til að útvíkka kennslu sína, auka fjölbreytileika í kennsluháttum og leiðir til að koma til móts við þarfir nemenda þar sem þeir hefðu aukið val hvernig þeir leystu verkefni sín. Greina mátti þó hjá kennurum ákveðið óöryggi og þá sérstaklega þegar koma tækninni, sem þeir höfðu ekki mikla reynslu af. Þó þeir sagðist margir hverjir ekki hafa komið nálægt vinnu með sköpunarsmiðjum, var ljóst að þeir höfðu allir reynslu af skapandi starfi með börnum. Líkt og áður kom fram var það samdóma álit kennara að vinna í sköpunarsmiðjum geti nýst vel til að bæta kennsluhætti og koma betur til móts við þarfir barna og nýja tíma. Bæði með því að nýta betur tæknina en einnig með því að nota hefðbundnari leiðir við sköpun. Hér verður gerð grein fyrir hugmyndum þeirra. Það var samdóma álit kennarana að mikilvægt væri að nota fjölbreyttar aðferðir við nám og kennslu. Kennsla byggðist hugsanlega of á bóknámi og mætti taka það til endurskoðunar. Jafnframt væri mikilvægt að brjóta upp hefðbundna kennslu og bjóða nemendum upp á ólíka leiðir til að vinna verkefni sín. Spjaldtölvueign skólana hefði aukist mikið og reynslan sýndi að nám gegnum tölvur höfðaði betur en bóknám til margra nemenda og voru drengir þá nefndir sérstaklega af einu kennarateymi. Kennarar töldu að sumir nemendur ættu örugglega eftir að njóta sín betur þegar tækni væri annars vegar en önnur og því mikilvægt að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta og nálganir ólíkar til að koma til móts við þarfir sem flestra. Nefnd voru dæmi nemendur sem voru treg til að skrifa en mun viljugri að gera það í tölvu. Einnig kom fram að það væri líkt og börnin áttuðu sig ekki alltaf á því hvað þau væru búin að gera mikið þegar þau innu með spjaldtölvur, þar sem þau fyndist þau frekar vera að leika sér. Jafnframt kom fram í máli kennara að lærdómur festist hugsanlega betur í minni barna þegar þau fengi að vera og gera, vinna sjálfstætt og stýra ferðinni heldur en þegar þau lærðu af bók. Líkt og fram hefur komið leggja allir kennararnir sem eru umsjónakennarar bekkja skapandi verkefni fyrir nemendur sína. Eitt kennarateymi sem með sérstakt horn í stofu sinni með skapandi efnivið sagði börnin vera vön slíkri vinnu. Þeir sagði bara þetta er viðfangsefnið, þarna er efniviðurinn og þá vita börnin öll af hverju þau ganga og geta unnið sjálfstætt. Aðrir nefndu að það væri önnur hugsun sem færi í gang þegar þau innu úr ýmsum hráefnum og töldu að það væri alltaf skemmtilegt. Það mætti sjá gleðina hjá börnum þegar þau fengju að læra gegnum leik og sköpun. Kennarar nefndu ýmsa mikilvæga hæfni sem börn þróuðu með sér gegnum skapandi vinnu. Þau öðluðust hæfni til að prófa sig áfram aftur og aftur þar til þau fyndu réttu lausnina.
Þetta krefðist þess að þau gerðu tilraunir, notuðu rökhugsun sína, reyndu á samvinnu og getu til að skrásetja. Eitt kennarateymi sagðist vilja að börnin kynntust vinnubrögðum nýsköpunar með því að taka hugmynd og gera hana veruleika. Þau þyrftu þá að spyrja sér spurninga, af hverju tókst þetta ekki, hvernig getum við gert betur, og þannig lærðu þau gegnum tilraunir sínar. Annað kennarateymi lýsti því hvernig þau byrjuðu tíman og enduðu hann með umræðum þar sem börnin sýndu hvað þau gerðu og þannig lærðu börnin hvert á öðru atriði sem þau getur hugsanlega nýtt sér áfram. Kennararnir sögðust vilja rækta sjálfstæði með börnum að þau getur sótt sér upplýsinga og skapað eitthvað kringum verkefni sín í stað þess að vera alltaf að mata þau á upplýsingum. Sköpunarsmiðjur gætu ýtt undir sköpunargleði, samvinnu, aukið hugsun þeirra og gert þau færar að framkoma sjálf. Gegnum sköpun fengju börnin tilfinningu fyrir efnum og hvernig mætti nýta þau. Dæmi var tekið húsbyggingar. Til þess þurfið þau stóðir. Af hverju þurfum stóðir? Ef þau sjáðu á blaði ekki víst að þau skiljiði, en leið og þau fara sjálf að búa það til, komast þau að raunum nauðsyn þess. Vilja efla verkfræðilega hugsun með börnum. Margir óttast að börn einangrist við vinnu sína í tölvum, en það var ekki reynsla þeirra kennara sem við töluðum við. Þeir sögðu þvert á móti að samvinna barna væri meira en þegar þau sitja öll með bók eða að vinna skrifleg verkefni. Hér hjálpast þau að og vinna saman. Þau tala saman, spá og spekulera og ef þau sjá eitthvað áhugavert sem annar hefur gert, vilja þau gjarnan prófa líka. Þeir sem eru komnir lengra í tölvufærni hjálpa þá þeim sem eru skemur á veg komnir. Þannig læra þau hvert af öðru. Flestir voru sammála að börn væri fljótan á tökum og tækninni, oft fljótan en kennararnir og því fengju þau þarna tækifæri til að sýna hvað þau gætu og hjálpa hvert öðru. Kennarar þyrftu kannski stundum að láta þeirri hugsun að þeir þyrftu alltaf að kunna allt best. Kennarar nefndu ýmislegt sem þeim þætti erfitt við innleiðingu sköpunarsmiðja og vinnu við austur-vestur þróunarverkefnið og hér verður gerð grein fyrir ýmsum þáttum sem þeir nefndu. Kennarar nefndu að oft væru mörg þróunarverkefni í gangi einu í skólunum og auðvitað mörg öðru sem þyrfti að sinna. Þetta keppti svolítið hvert við annað og getur verið erfitt að finna tíma til að sinna þessu öllu. Jafnframt fannst mörgum vanta meiri stuðning við innleiðingu sköpunarsmiðja. Einhverjir nefndu að þeir myndu vilja hafa ráðgjafa sem myndi leiða kennarana áfram og verða þeim til hals og trausts, allavega í upphafi. Einhver sem kæmi í skólana með tillögur af viðfangsefnum sem vinna mætti með börnunum og upplýsingar hvernig þau tengdust hæfniviðmiðum. Einnig fannst sumum að stjórnendur skólana mættu sýna þróunarverkefninu meira áhuga og vera duglegri að vera með umræður verkefnið á kennarafundum til að halda fólki við efnið. Einnig þyrftu kennarar að fá tækifæri til þess að kynna vinnu sína í tengslum við verkefnið á fundum. Greina máttu óöryggi hjá sumum kennurum gagnvart tækninni. Hún væri þeim framandi og virkaði því svolítið yfirþyrmandi að taka hann inn. Jafnframt geti miðlægt kerfið verið svolítið þungt í vöfum. Þeir nefndu að tekið geti langan tíma að fá tækniaðstoð utanfrá, þar sem væri kannski einn maður sem sæi að aðstoða marga skóla. Í einum skóla var nefnt dæmi hvernig beðið hefði verið mánuðum saman eftir því að Reykjavíkurborg fjarlægði borðtölvur svo hægt var að nýta rýmið fyrir sköpunarsmiður. Sumir kennarar töldu að gera þyrfti ráð fyrir sköpunarsmiðjum í stundatöflu, líkt og með sérgreinar. Aðrir reyndu að finna tækifæri til að innleiða sköpunarsmiður inn í sína kennslu og tengja þær viðfangsefnum sem verið var að vinna með hverju sinni. Haldnar hafa verið menntabúðir til að kynna kennurum þessar 3 skóla ýmsa tækni og möguleika hennar í starfi með börnum. Ljóst var að kennarar kynntust þar mörgu sem þeim fannst spennandi en sumir áttu erfitt með að sjá fyrir sér hvernig vinna mætti slík verkefni með stórum hóp. Því þyrftu þeir að skipuleggja sig þannig að þeir getu verið með fámenna hópa í sköpunarsmiðum. Sumir nefndu að sköpunarsmiðjur krefðust mikils undirbúningstíma og þyrfti að gera ráð fyrir því. Það tæki tíma að redda græjum og efni við. Einn kennari óttaðist
að hafa ekki nægilega yfirsýn til að aftra börnum frá því að komast í efni sem ekki væri við þeirra hæfi. Henni finnst þurfa meiri fræðslu slíkt. Þannig að nú ég búin að nefna ýmsa kosti sem að kennarar sáu við þetta þróunarverkefni og einnig hvað svona kennurum fannst hindra sig í það að byrja að vinna með sköpunarsmiðjurnar. En eins og áður sagði þá tókum við þessu viðtöl, þróunarverkefni byrjaði í ágúst 2019 og við tókum viðtölin í nóvember flest. Þannig að það var stuttur tími liðinn og verkefnið eins og áður sagði hugsað til 3 ára, þannig að kennarar eru ennþá í byrjunarfasa og svo bara sjá hvað COVID gerir allt saman. En ég þakka fyrir.